velkomin aftur. Það voru gestir okkar farnir og við sitjum með eftir ég og Sigurjón. Það voru líflegar umræður. Líflegar umræður. Já, mjög. Bara, þetta virkilega fínar umræður okkur í dag. Já. Þetta hlýtur til þess ágætis þáttur, ég held það. Já. Herðu, við ræddum kannski ekki mikið svona flokkapólitíkin á Alþingi? Nei, þó var svona bara, Guðlaugur Þór Þórðarson og Sólveig Anna. Ja, þau voru samstíga í mörgum málum. Já. Í gagnrýni á Reykjavíkurborg. Sólveig Anna eins og ekki stuðningskona meirihlutans í Reykjavíkurborg og var eiginlega að tala eins og að vera óhjákvæmilegt að hér yrði hægri meirihluti og var að vonast til þess að hann myndi breyta stefnu í ýmsum málum. Já. En Guðlaugur hefur nú verið marg orðaði við að verða borgarstjóri eða... Þú spurðir hann? Já, ég segi það, en hann Hverju svaraði hann? Hann svaraði engu, en svo svona... Það er til svona ýmsar útgáfur frá jái til... Nei, það er til ýmsar útgáfur frá jái yfir í nei. Já. Og svona frá neyinu þá eitt sem heitir njá sem svona kannski 70% nei og 30% já. Hann var nær jáinu heldur það. Það var svona já eitthvað. Nei, hann sagði ekkert að ég hef ekki hugsað þetta og ætla mér ekkert, ég ætla bara að halda áfram. Venjulegt fólk getur gert það Ef ég spyr þig, ætlar þú að fara fram og bjóða þig fram sem borgarstjóraefni, Sigurjón? Nei. Og segir bara nei. En hann getur ekki sagt nei. Nei. Því að það er möguleiki á því. Já, kannski eru þeir líka hugsað að bara flokkurinn þurfi að taka einn úr svona þungavíktamann úr þingliðinu og hann náttúrulega fyrir borgarfulltrúi. Já, hefur lagt mikla áherslu á borgarmál. Já. Er með mjög sterkt bakland í Grafarvoginum. Ég held að sjálfstæðisfélagið í Grafarvogi er nú svona það mjög traust bakland fyrir hann. Já. Og það stærsta hverfið ekki 24.000 mann sem að búa í Grafarvogi eða eitthvað. Það er gríðarlegur fjöldi. Það er Breiðholtinu náttúrulega 3. Já. Og það er engin svona með slíka stöðu í Breiðholtinu. Ef ég myndi nefna stjórnmálamenn og þú mætti nefna hverfið, þá myndir þú segja Guðlaugur Þór og Grafarvogur. En ef ég segi Breiðholti, það ég held að fólk ætti vandræði með að tengja þetta. Já, þú sagði Fjölmenni, þá var ég... Já. Og þetta Breiðholti sé ekki Fjölmenni, sérstaklega tökum allt saman, Já, það er svo ólík, því að Efra-Breiðholti og meira þess að Efra-Breiðholti eiginlega tvískipt. En við höfum stundum rætt að til dæmis eins og Mogginn, hann virðist vera að ýta undir Hildi sem leiðtoga í borginni. Og maður sér það bara á svona myndbirtingum og svona þegar það einhverja jákvæða breytingar og taka mikið upp svona hennar gagnrýni og ég heyri það líka í svona hægra podcastinu sem einhverju leyti tekur tónin út af ritstjórnarskrifstofu Morgunblaðsins eins og þjóðmál og svona eru mjög hampahildi. Ástæðan er náttúrulega Guðlaugur Þór Þetta eru andstæðingar hans í pólitík sem að vilja ekki að hann fari sem leiðtogi. Og þannig ég held að maður er að skoða þessar fréttir Morgunblaðsins af borgarmálunum og hvað þeir eru ánæðir með Hildi út frá því að hvað þeir eru að reyna að koma í veg fyrir. Þetta er sem sagt B-liðin á blöðunni. Áslaug Arna og það fólk. Þessi flokkur, sjálfstæðisflokkurinn er náttúrulega mjög klofinn og það eru það er einhver svona stemming sem menn una hinum ekki neins eins og til dæmis þeir sem töpuðu formannskjörinu í sjálfstæðisflokknum hafa getið unað Guðrúnu að vera formaður. Nei. Sem er svona mér finnst með Guðrún Hafsteinsdóttur mér fannst hún komast best frá sínu þegar hún var hjá okkur. Já, mér finnst hún var mjög ákveðin. Já, svona mátti lesa svona pólitík í þessu þannig. Sem að hún er bara að tala svona málefni en ekki, þú veist það sem að stundum með að tala pólitík svo þá það bara allt sem að segja bara gagnrýni á andstæðinginn og maður veit ekki eins og hvort þú segja að meina þetta Nei, þetta var bara pólitískt samtal og hún kom bara skemmtilega óvart. En sjálfstæðisflokkurinn hefur stundum reynt þetta að við reyndum í fyrra síðustu kosningum og það gekk ekkert þannig að við skiptum út leiðtoga og sækjum einhvern sem hefur náð eitthvað starf árangri og þannig var Eyþór Arnalds sóttur til Selfoss Halldór til Ísafjarðar
Björn Bjarnason í menntamálaráðuneyti, manstu því? Þannig þeir hafa gert þetta svolítið, að sækja hérna. Sko, hann fór í framboð, sko. Enginn af þessum náði góðu kostu, enginn, sko. Og Björn Bjarnason hafði ekki getað lesið pólitíkina betur en þetta, með alla þessa reynslu. En svo það líka þannig að sá sem að reynir við borgina og tekst ekki, hann fær ekki að reyna aftur. Og það væri þá mjög sérstakt ef að Hildur færi núna. Það væri í fyrsta skipti, held ég. Til dæmis þegar Birgir Íslefur misti borgina, þá var það Davíð Oddsson sem að leiti næst. Það ekki þannig að... Og Birgir var á besta aldri og sömu leiti vel liðinn inn í flokknum og slag. Ráðherra skammastund og svo seðlabankastjóri. En þannig að það þannig að þú er búin að reyna ná borginni, náður ekki, þannig að við þá bara kemur næsti. Þannig að það væri svolítið sérstakt ef að Hildur færi. Þannig að þá áttum við annars vegar með gallan við hana, að hún reyndi en tókst ekki. Og svo er Guðlaugur Þór svona svolítið að sækja gamla kallinn eitthvað annað til þess að lappa upp á borgarstjórnarflokkinn. Þannig að kannski er eitthvað þriðji valkostur þarna. Hann sko, Guðlaugur Þór, hann talar svolítið svona við stétt með stétt og svona. Gamli góði sjálfstæðisflokkurinn. Já, hann er að reyna að draga, hann er að draga fram svona eldri slagorð og loforð. Hann nefndi hérna að hann var í félagslega sinnar og hefði byggt upp félagslegu kerfin í borginni. Þannig hann var náttúrulega einhverju leiti að stíga einhver dans við Sólveig Önnu sem var að stíga dans á móti svona að sjálfstæðisflokkurinn geti komið með betri húsnæðisstefnu sem að þá var mér nú, þá gæti ég ekki sittið á mér og benti á að svo húsnæðisstefna sem að hér var náttúrulega smíðuð af sjálfstæðisflokknum eftir hrunsárunum, sko. Og hérna þetta tala að þetta sé allt saman lóðúthlutun í Reykjavík að kenna, ég bara ótrúið hvað þetta getur farið langt, sko. Því að þú horfir á, þú veist, ef það væri svo, þá væri sko Kópavogur helmingi stærri líklega. Hann á ekki land. Kópavogur á svo lítið byggingaland. Garðabær er nú mikil sjálfstæðis bæli, þeir geta byggt upp allt Álftanesið og þannig að það er nú til að landi á Íslandi, sko. Það er ekki bara landið, er ekki bara síðasti byggði óbyggði bletturinn er ekki Geldinganes, það er ekki þannig. Nei, bara Mós og Hellingalandi og Hafnarfjörður getur byggt allar litið Krísuvíkur eða vilja. Þeir eru allt kominir með það. Nei, þeir eru ekki komin langt með það. Nei, þetta er komið samt bara ótrúlega, þeir eru alveg konir í eitthvað háspennu virkið. En með að þetta talið og horfir bara á íbúa þróun á síðustu áru, þá er ekki þannig að Reykjavík hafi bara sittið eftir en hinn í þannig stund, það bara er ekki þannig, sko. Þannig það er vel ekkert hæft í þessu, þetta er svona svipað og margt tal sem er hérna. Það er eiginlega ekkert í svona tölulegum upplýsingur sem að styður þetta. Ef þetta væri rétt, að þá hefði sko íbúafjölgun verið sko gríðarlega í Hafnarfirði sem það er ekki, Kópavogi, Garðabæ sem er ekki. Sko, það er mikil uppbygging á Álftanesi. Mikil? Hvar? Já, með allan miðað hverfið sjálf. Nei, það er smá þarna í hverfinu sem er að núti og svo er einbýlishúsin þarna sem er Davíð og félag að búa í að færa sig aðeins. Ég myndi ekki segja að þetta verið mikil uppbygging á Álftanesi. Álftanes er líklega stæðsta svona óbyggða svæði, sko. Og ef það væri hægt að byggja þar upp með svona brúm yfir í Kópá og síðan yfir í miðbæinn, þá myndi svo gerbreytast höfuðborgarsvæðið í staðinn fyrir að vera að byggja alltaf upp fyrir snjólínu upp í efri byggðum. En það er sko bara beint inn á Suðurgötuna í Reykjavík. Já. Frá Álftanesi á Suðurgötuna með horfir á Keili og heldur bara áfram og þá kemur við á Álftanesi og svo getur við fættið Keflavíkurvöld. Stefán Jón hafi verið með þá hugmynd að gera sko jarðgöng frá Suðurgötunni og undir álverið og koma upp þar, sko. Þarna til að sleppa við þessa ömurlegu þrengingar sem eru í Hafnarfirði, í Kaplakrikana, að þar eru alltaf sko 100 bílar, sko. Það er nú út allt. Guðlaugur Þór var að tala að göng undir Miklubrautina. Ég nefndi þarna sem að margir arkitektar og skipulagsfræðingar hafa verið að benda á þetta. Þetta er eiginlega framkvæmd sem er óframkvæmanleg. Þannig að þú þyrftir að loka Miklubrautinu á meðan. Og hvað ætlar að gera við bílana, sko? Þannig að
Þess vegna finnst mér eitt sem að mætti vera hérna í umræðinu borgarmál, mætti vera svona búa til göng, því að það alltaf að verða ódýrara og ódýrara. Þannig að sömuleyti til þessi svona borgarlínu og eitthvað fleira. Það finnst mér alltaf að menn farið svona aðeins að velta því fyrir sér. Þú veist, getum við ekki gert eitthvað að þessu, því það bara ekki þessi röskun á yfirborðinu og meðan þú ert að leggja þetta. Svo Sundabrautin, hún mun hérna, hvað ætlar að gera við umferðina? Það eru gríðarlega framkvæmdir þar sem þú tengja hérna Sundabrautina við, hérna, hvað heitir þetta, Sæbrautina? Heitir hún Sæbrautina allar leiðið það? Já, ég held það. Það eru gríðarlega framkvæmdir. Já. Þannig erum við komnir í kannski sem okkar mesti veikleiki sem svona verkfræði og Já, við hefum ekki lagt það mikið fyrir okkur, sko. Herðu, en þetta verður spennandi að sjá, þessi átök í Sjálfstæðisflokknum og hvernig þau birtast í umræðinu hvernig veri. Ég nefndi áðan kannski þriðji kosturinn, af því að stundu gerist það í einhverju svona ástandi. Að segja, það eru 2 fylkingar sem eru að glíma, getum við fundið einhvern annan valkost. Og líka eins og ég var að benda á að það hafa bæði svona ákveðna ágalla. Hann svona gamall sóttur inn á annan vettvang eitthvað og hún búin að tapa einu sinni. En þá þarf það að vera með flokk sem pláss fyrir þriðja. Ef flokkadrættinir eru svo miklir að hérna, þú eiginlega bara leið og byrjar að starfa inn í Sjálfstæðisflokknum að þá þú dregin inn í einhverja fylkingu að þá ekki dræktarsvæði fyrir annan valkost. Og kannski Sjálfstæðisflokkur bara þannig. Mér finnst hérna hvernig sjálfstæðismenn tala hvorum annan og svona, mér finnst það benda til þess að það séu gríðarlega átök innandyra. Öfugt við Framsókn sem í miklu vanda, en maður heyrir ekki mikið svona Framsóknarmenn, það engin reiður Framsóknarmaður. Ekki? Nei, sem að gagnrýna svona opinberlega. Nei, ekki opinberlega, nei. En við erum með svona hálfkillis vilyrði fyrir því að Sigurður Ingi Jóhannsson verið hérna eftir ykkur. Það verður gaman að fá hann. Já. Það verður einu málnu. Við ætlum að dunda okkur við þetta svona í haust og fram eftir vetri að fá forminina í spjall. Við getum ekki tekið alla 6 í einu, það er svona mikil áhrif á þáttinn. En tökum það svona annars slagið. Það verður gaman að heyra í Sigurður Inga. Já, mjög. Og vonandi fáum hann í svona gott pólitískt spjall eins og margir hafa sagt að samtalið við Guðrúnu hafi verið. Já, en við höfum ekki, við getum ekki bara spurt hann eitthvað hann alltaf hættar sem formaður, við munum alltaf gera það, en við höfum talað um pólitík, hann reynslu mikill maður. Já, bara erindi Sjálfstæðisflokksins inn í stjórnmálinn, fyrir hvað stendur flokkurinn og það er svona... Hann hefur náttúrulega breyst flokkurinn svolítið mikið. Undir Sigurði. Já, en líka, þetta var náttúrulega bara bændaflokkur áður. Og undir Sigmundi. Já. Sigmundur hafði mikil áhrif á Framsóknarflokkinn. Og svo áður en að Sigmundi kemur þá var náttúrulega ótrúlegt að vandræða tímabil svona síðustu ár Halldórs Ásgrímssonar og það sem eftir fylgdi. Voru ekki góðu tími fyrir þetta. Nei, það voru Jón Sigurðsson, Guðn Ágústsson og Valgerður Sverrisdóttir sem urðu öll formenn í eitthvað skamma tíma, sko. Já, og líka bara eins og hópurinn vissi ekkert hvað hann ætlaði sér, sko. Nei, þetta var svona. Og þá kemur sterki maðurinn sem var Sigmundur Davíð, sem var svona leggur línur og mótar flokkinn svolítið í sinni mynd. Já. Og svo verður ágreiningu þar á milli og hann fer út úr flokknum. Og þá það eiginlega spurningin, sko, hver er Framsóknarflokkur Sigurður Inga? Hann náttúrulega vann kosningasigra, ekki bara best að kjósa Framsókn, sem stórkostlegur sigur fyrir hann. Og líka fylgt á eftir í borginni. Og reyndar víðar, sem náðu mjög góður í kosningu. Glæsilegt, sko. En það var eitthvað svona sem að maður því erfiðleikum með að segja, býtu, er þetta pólitíkbeint eða er þetta svona auglýsingastofu vinna sem að, ég meina, ef að þau eru alltaf að rífast og svona, er ekki bara best að kjósa þennan sem að, Það situr hjá. Já. Einhverju leyti var það erindið, sko. Þannig það er spennandi að vita svona hvernig Sigurður Ingi útskýrir Framsóknarflokkinn og erindi hans inn í, sko, nútímastjórnmálin. Hann var svolítið afgerandi í síðustu kosningum þegar hann kom með einræðuna sína inn í kosningasjónvarpinu útlendingamál þar sem hann var að andmæla náttúrulega sínum gamla fjandvin Sigmundi Davíð, en þá höfðu fleiri og hann benti á að það var sko Inga Sæland var að taka undir þetta Bjarni Benediktsson var að taka undir þetta og nú var Kristóf Frostadóttir byrjað að taka undir þetta og hann hélt svona ræðu þar sem hann hafnaði útlendingamálunum. Hann uppskar ekki mikið, en ég held að þessi ræða hafi orðið svaldandi að það var ekki kosið útlendingamál.
Þau spiluðu enga rullu í sko síðustu metrum kosningabaráttunnar. Sem að var til dæmis uppleggið hjá Bjarna, hjá Sigmundi og sömuleyti Kristrúnu, sem að spiluðu svolítið inn á það. Ekki Inga, hún var alltaf með þetta svona bakvið, en hún fór inn í kosningabaráttuna á svona grundvallaratriðum eins og við höfum verið að tala um hér, að ég verið grundvallaratriði til dæmis demokrata í New York sem fæði klæði og húsnæði. Þetta svona, Ameríku myndi þetta heita sko affordable living, það var þetta bara að lifa af. Það eru kröfunar. Þannig að hún fór með það frekar heldur en svona útlendingamál sem hún getur stundum rokið upp í og talað svolítið hastarlega um. En þarna hafði Sigurður Ingi mikil áhrif á kosningabaráttuna. En hann uppskar bara ekkert af því. Sko. Fólki fyrst og svo allt hitt. Var ekki miðflokkur? Nei, flokkur fólksins með það. Já. En við erum búin að klára hana þátt. Já. Og við þökkum Pétri Fjellsteð fyrir að taka upp og senda út og ykkur sem hafi verið að hlusta og horfa viljum bara þakka ykkur fyrir að breyta þessu samtali okkar í fjölmiðlum. Ég ætla að minna á að eftir þennan þátt ætlum við að sýna upptöku af fundi sem var haldinn í Bolholtinu um húsnæðismál. Þar mun Styrmir Hallsson sem nemi og Kristín Heba Gísladóttir sem forstöðukona Vörðu sem rannsóknarsetur ASÍ og BSRB og Guðmundur Hrafn Arngrímsson formaður Leigjendasamtakanna tala um húsnæðismál og svo verður umræða í sal á eftir. Við ætlum að senda þennan fund út bara strax og þessi þáttur búinn og svo seinna í dag verður Bridge-þáttur hér á samstöðinni. Mikið að gera í samstöðinni. Minni á eins og ég gerir stundum að þið hefði byggt upp samstöðinu og dreifikerfið bara með þessi vinum og vandamönnum frá efni sem þið sjáið hérna, þá finnur fólk okkur og þar með verður dreifikerfið okkar til og svo vil ég líka minna það að allt sem þið sjáið hér og heyrir í búði áskrifenda, það sá hluti áhorfenda og áhorfenda sem hafa komist að því að samstöðin mikilvægur þáttur í lýðræðslegu samfélagi og til þess að halda upp í lýðræðslegu samfélagi þá verður að halda upp í öflugri umræðu og fjölmiðlun og það fólk hefur kosið að styrkja samstöðina með að gerast áskrifendur. Þú getur slegist í þann hóp ef þú ert sama sinnis, þá ferðu inn á samstöðun.is, það hnappur sem ástæður áskrift, það getur skráðið fyrir 2.750 krónum sem grunnáskriftin sem mátt borga meira þú vilt og því sem að kjósi getur látið áskriftin að renna sem félagsgjöldin í Alþýðufélagið og það Alþýðufélagið sem á og rekur samstöðuna. Framundan fundur húsnæðismál. Við verðum aftur annað kvöld klukkan 8. Þá verða sagðar fréttir á samstöðunni en njótið þess sem eftir af helginni.